er ekki mikið að lélum matchups fyrir slegið. Nei, akkurat, það getur líka verið það. Erum við hérna að fara í þetta ekki ókunnug sjón hérna. Og hérna eru Egill og Crownless Chief. Já, ekkert button checker. Nei, þeir eru ekki eins og pæla í því, sko. Þetta var beint bara í offensive. Þarna, leiðilegt DP við þarna. Það er líka spurning, sko, hversu vel þeir báðir eru búin að jafna sig eftir að hafa verið að spila Xrd rétt á með þessum sömu persónu, sko. Ekki það, ég held nú að Egill hafa nú bara verið að spila Strive. Já, Strive í Xrd. Já, akkurat. Þetta var mjög líkt því þegar maður sér þegar maður horfir að hann spila Strive. En við sjáum hvort að einmitt að aðeins breytingin á. Góður hérna, ok, flottur. Það er að jafna lífið örlítið. En hann er, eins og ég ætlaði að vera að segja, hann á góðan meter, hann... Nei, þið geggjað hoppið í loftinu? Hann Egill elskar að gera þetta. Þarna, heyrðu, fyrsta round, bara beint full meter, wall break, beint í... Já, en hann líka lukkulega var með 2, þannig að hann gæti hann með kapsel úr. Já, hann gerir það alltaf með 2. Já, ég skil kominu, ok. Þannig að þetta er klárlega, þeir eru líka múin að spila ótrúlega mikið undanfarið online. Nei, en þetta er kannski akkurat það sem að hann er vanur að gera. Lukkulega, en hann er nú ná aðeins að breyta. Þetta round lítur mjög vel út fyrir Egill og mér finnst það bara að vera perfect. Held ég meira sér bara. Já. 7 skemmtilegi stafir. Já, akkurat. Ég ætla að segja 7 gildir stafir. Já, það er alltaf sem þeir eru ekki gildir í gildir. Nei, akkurat. Ég veit ekki hvaðan þetta kemur. Þetta kemur á öðrum leik, svo ég held að það sé eflaust í Street Fighter einhverjum. Já, maður heyrir þetta 7 golden letters eða eitthvað. Já, akkurat. Þetta er alltaf einhverju leik. En, wow, heyrðu, ég held að sé bara mögulega að fara að koma aðrir 7 hvítir stafir. Já, þannig eru þeir. Double perfect. Oh my god, wow! Egill bara bara á einhverju. Þetta náði alveg að snúa sig við þarna eftir fyrsta roundið. Það þarf að Crownless mögulega aðeins að pæla í gameplaninu. Gott reach hérna líka á honum náttúrulega. Góð stað þar. Þú erum að spila Fujis? Já. Þetta er ekki Street Fighter. Nei, akkurat. Nei, grípur hann í þessu bara. Já, maður getur gripið rétt þegar hann lendir og áður en Hurtbox er birtið, þá getur þróa hann. Ok, það er ekki þannig. Flottur hérna, nær hann má ágætlega vel áfram. Það ætti að vera... Já, hann er döður. Nei. Ég lík Júna hann. Núna, bara rétt svona pota í tærnar á honum þarna. Til að ná honum. Fyrsta round hérna í leik 2. Egill sína mjög dominant. Þetta lítur illa út hvað hann er dominant hérna. Aumingja Crownless lendir bara í onslaught hérna. Það er að nýta sér aðeins að komast. DP reversal. Alveg að fara að fá burst en ég held að sé aðeins og seint til að fá það. Reynar að beita. Þarna alveg! Flottur, nær hann, leiðir að grabba. Reynir að ná command grab. Ok, 2-0 hérna. Akkurat hlaupað í næsta leik. Þetta er helvíti, hann Egill bara að gera allt sem hann getur hérna til þess að hann ætla svo sannarlega að fara í Dan 50. Hans alvöru rævar í rauninni eftir að Dan mætti. Já, eftir að Dan mætti. Hann er náttúrulega búinn að vera alltaf í hverju einasta Grand Final. Hann er langað svo mikið að sigra mótið aftur, taka titilinn tilbaka. Já. Flott hérna, ok. Set point. Set point. Ok, hvílíkt. Þetta var gott hjá honum. Og hann hérna rosa mikið tilbúin í þetta. Hann var alveg tilbúin í overhit hérna. Throw. Annað. Universe. Oh my god. Hvílíkt round. Bara Crownless þarf líka svona round. Það þarf svo mikið á þessum roundum að halda. Þarna akkurat
50% farið cirka. En komin í vegginn aftur. Þetta er það sem að Egill vill hafa andstæðingina sína í horninu því að hann er bara barrage af höggum. Það reyna að jabba sig út úr þessu. Slætið ekki nóg gott að beita börstuð. Ok, hann er á góðum staði hérna. Hann er með super, jú. Yfir hann. Þetta er ekki Já. nóg. Ekki nóg en. Eitt mix. Nei, heyrðu. Þetta er stórhættulegt. Ok. Crownless tekur leik 3. Hann ætlar svo sannarlega ekki að gefast upp. Gott conversion. Já, nær hann hérna. Ekki meira lífa á honum. Hann er líka með góð resources hérna. Bæði með burstu og hann er náður til að fá tension hérna. Það er ekki einu sinni á því að halda. Núna er komið að því. Crownless þarf aftur að fara í sama horf og hann var hérna. Seinasta leik. Og byrjun á, hérna, ok, flottur. Hann er Universal en burstið. Þurft að bursta þannig að þetta hefði örugglega verið kill. Hann á líka meter hérna. Það geti verið þetta ef hann er að nýta sér. Nóið þarna, hann er eftir slætir. Það laumar þeim alltaf þarna inn á milli. Ég held að sé eitthvað 7 frame startup. Fer svo langt. Nær öllum actors. Ok. Nei, jú, heyrðu, hann pekar hann bara aftur upp. Burstið hérna til að koma honum í. Hann er honum aftur. Hann á með tension til að dreipa hann. Alveg aftur úr hann. Það er, hann þarf bara að ná, hann er að chippa hann hægt og rólega. Hann þarf að gera eitthvað stórt hérna. Þarna. Nær, ok. Smá líflína. Egill er ennþá á set point hérna. En Crownless er að vakna allavega. Fyrir eftir, hann er throw þarna, en ok, back throw til þess að koma hann í vegginn. Sjá vörnina hérna, flott, ok, en burstið til að koma hann af sér. Þetta er ekki alveg nóg, hann er ekki með. No tension til þess að klára. Flottur til að ná aðeins hérna mappa hunds. Nei, þetta er nóg hérna. Nei, jú, veggurinn. Jú, og hérna kemur hann er það 3-1. 3-1 hérna. Egill heldur áfram í tekur beint í Winner Finals gegn